Já, Jón Gnarr hefur lengi verið einn af mínum uppáhalds spaugurum og ég hef alltaf svolítið fílað strákinn. En hann lét nýlega hafa eftir sér eða hann var að velta fyrir sig hvort að Jesú Kristur hefði verið samkynhneigður. Og allt í lagi með þá pælingu, hann má pæla bara í hverju sem honum sýnist. Og ég hef hins vegar verið að spá í það hvort að Jón Gnarr sé rassisti. Og ekki rasisti, heldur rassisti. Þetta sem við sitjum öll á. Og ástæðan fyrir að ég velti þessu fyrir mér er að hann er borgarstjóri Reykjavíkurborgar og þar býr mikil flóra af fólki. Sumir trúa á stokk og steina kannski, aðrir eru ásatrúar, aðrir eru múslimar, aðrir eru kristnir og trúa á Jesú Krist og aðrir trúa á fótbolta, það sé best að vera bara alltaf í fótbolta eða handbolta. Þannig að það er mjög ósmekklegt af honum að vera að særa tilfinningar stórs hluta þeim sem hann fær launin sín frá. Og rassistar eru fólk sem að hugsa ofboðslega mikið bara sinn eigin rass og eru mest upptekin af því hvernig þeim líður með allt og hvernig þeir upplifa allt. Og rassistar virðast alltaf upplifa þessu allir svo rosalega vondir við þá. Og rassistar virðast hafa raðað sér að meðal samkynhneigðra undanfarin ár alveg í ótrúlegu magni. Sko, samkynhneigðir á Íslandi hafa öll þau réttindi sem þeir vilja. Og ég sem kristinn einstaklingur sem trúi á Jesú Krist hef alla tíð frá degi eitt stutt réttindabaráttu samkynhneigðra. Ég hef alltaf sagt samkynhneigðir eiga að hafa öll sömu borgaralegu réttindi og annað fólk. Og ég hef stutt að þeir geti staðfest sambúð sína, að þeir hafa öll sömu réttindi, ef þeir stofna heimili, þá hefur heimilið öll sömu réttindi. Og svo framvegis. Hins vegar eru þessi rassistar svo frekir að þeir vilja breyta þeim sem að trúa á Jesú Krist. Þeir vilja að þeir fara að segja að eitthvað annað standi í þeirra heilugu ritningu heldur en stendur það. Sko, Biblían segir skýrt að það er synd að maður leggist með manni, þeir orðað eitthvað svona, þetta er alltaf voðalega loðið. En það er sem sagt í Biblíunni að samkynhneigð sé synd. En það er ekki endir allra veraldar. Það er líka sagt að þeir sem hafa allir skilið eða sofið hjá einhverjum fyrir hjónaband og þá gagnkynhneigðir líka. Það segir alveg jafnt að þeir séu allir syndugir, alveg upp fyrir haus. Og ég hef ekki séð samtök fráskildra verið í svona rassista herferð gegn hinum kristnum. Og það er fullt af öðrum syndum sem talað að séu mjög slæmar í Biblíunni. Það er alveg þjófnaður eða morð. Ég hef ekkert orðið var við það að morðingjar séu að stofna eitthvað samtök og heimti það að við hinni kristnu leggjum blessun yfir þeirra lífstíl. Ekki að ég segja samkynhneigð og morð séu það sama, ekki fara rassistast úr þessu hjá mér, eða snúa út úr þessu. Og ég bara nefna það er alls konar syndir, við erum öll syndu. Biblían segir að allar manneskjur, hver einu einasta sé syndu. Og þess vegna var Jesús sendur til jarðarinnar til þess að deyja fyrir okkar syndir, af því að Guð var búinn að komast að þeirri niðurstaða að við ættum ekki séns að lifa syndlausu lífi. En þetta endalausa rifrildi og þráhyggja rassista að þínu kristnu vilja halda í sína trú. Og til dæmis kemur þetta hugtak gifting og hjónaband kemur úr Biblíunni. Það er okkar hinna kristina, við höfum þetta úr Biblíunni. Og það særði mig til dæmis mjög mikið sem kristinn einstaklingur sem trúi á hið heilaga orð. Þegar samkynhneigðir fóru að gera kröfu það að kirkjan mín var að taka þátt í þeirra lífsvali. Það gengur engan veginn. Þetta er bara eins og ef ég hef kannski golfklúbb og þar eru við félagarnir að spila golf og það eru búin að búa til fullt af grasi með hólum í og svona fínir í.
Og svo koma bara alls konar gaurar á motocrosshjólum og heimta það að vera í okkar klúbbi og spæna upp allt hjá okkur. Það sér það hver helvita maður að það gengur ekkert upp. Þeir geta það bara stofnað sín motocross klúbb eins og margir hafa gert og margir eru að gera. Og svo geta þeir bara byggt sína eigin aðstöðu til þess að krossast. Og það einmitt þannig sem að hinni samkynhneigðu hafa gert. Þeir hafa stofnað samtökin sín sem heita samtökin 78. Og geta þeir ekki verið bara með sitt fínir í þar? Akkur þurfa þeir alltaf að vera að böggast í okkur hinum kristni? Akkur er alltaf að vælast í okkar kirkjum og okkar fínir í? Látið okkur bara í friði. En annað sem ég vil segja sem kom fram í viðtali við Jón Gnarr, hann var að tala að það væri mjög miklar ofsóknir gegn samkynhneigðum í Rússlandi akkurat núna. Og það í mjög mikið á móti. Og ég tel að ég styð hann til heilshugar þeirri tillögu að slíta öllum samskiptum við Moskvu eða hvernig þeir geta gert þetta til þess að mótmæla þessu. Það á ekki að leggja einn einasta þjóðflokk í einelti. En til dæmis kristnir eru lagðir í einelti víða heim, til dæmis í Sýrlandi. Þar sérstök herferð í gangi að raða upp hinum kristnu og drepa það. Ég hef ekki heyrt Jón Gnarr minnast einu orði á það. Akkur hefur hann ekki áhyggjur af öðrum? Það rassisminn, hann hefur bara áhyggjur af sínum rassi, það eina sem hann hefur áhyggjur af. Og það náttúrulega mjög neikvætt. Nú svo nefnir hann annað eins og Pussy Riot að þær voru nú inn í kirkjum og fleira slíkt að mótmæla sem að mér fannst mjög flott og ég styð þar líka. Ég algjörlega, það mjög ólíkt kirkjur og Jesú Kristur. Það ekki endilega það sama. Ef þú hefur lesið Jesú Krist, þá var hann alltaf að vafstrast í þessum kirkjum og mótmæla því sem var þar í gangi. Hann var að rífast við fariseiana út í eitt og hann fór til með sinni musterin og henti þar borðum og ruddi út vígslurum sem voru að hafa trúgirni fólks að féþúfu. Jesú nefnilega svo mikið meira heldur en litla barnið í vöggunni, í jötunni. Og hann óks upp og það sem var mest að kritisera allan tíman voru kirkjur. Og fyrir mig til þeim sem að trúi á Jesú Krist og hlusta á það sem hann hefur verið að segja, þá ég ekkert að fíla kirkjur. Þær eru stórgallaðar og alls ekkert heilagar eða yfir alla kritik hafnar. En hins vegar þessar pælingar Jón Gnarr kynhvatir Jesú Krist, þetta óbúrslega ósmekklegt og kerfisbundið valið á honum til þess að særa henni kristnu og búa til eitthvað rifrildi og þið sjáu nú hvað hefur vakið mikla athygli í fjölmiðlum og fleira slíkt. En við henni kristnu segjum í grundvallaratriðum, það stendur í Biblíunni líka, að fyrsta lagi höfum við ekki dómsvald. Það stendur í Biblíunni að við dæmum engan mann. Við höfum ekki rétt til þess samkvæmt Biblíunni. Við hins vegar sjáum í Biblíunni að það talin upp mörg, það reyndar sagt bara allir menn séu syndugir, það ekki séns að lifa syndlausu lífi. En hins vegar leið í gegnum krossfestingu Jesú Krists að fá fyrirgefningu synda sinna og lausn. Og það það sem við erum að boða. Það heila fagnaðarerindið. Og ég vona bara sem flestir taki við fagnaðarerindi og ég blessa allar manneskjur og óska þeim friðar og hamingju og velsældar og samkynhneigðir falla þar alveg undir. Ég á vini sem eru samkynhneigðir og fólk svona tengt mér í kringum mig samkynhneigð. Ég hef verið í veislu með samkynhneigðu fólki og í kirkju með samkynhneigðu fólki. Það hefur komið í kirkjuna margoft. Ég hef ekkert á móti þessu fólki, ég neyti matar með því og tala við það og á bara samfélag við það. En hins vegar hlýt ég að hafa rétt til þess að standa á minni trúarsannfæringu. Ég ekki bara einhver lufsa sem að blæsi í vindi og bara fer eftir einhverjum tískubylgjum. Ég reyna að lesa það sem í Biblíunni stendur og taka það til mín fyrst af öllum áður en ég fer að skamma einhverja aðra.